Velkomin í nýtt vídeo frá Sör spilar golf. Nú, í dag ætla ég að spila The Reserve at Moonlight Basin, eða Basin, eða hvernig sem þú vilt bera það fram. Nú, ég spila höggleik, engin múlíkan, autofixed pút, þannig að ef ég nær hringnum þá er það einpút. Fyrir utan engin tvípút, en lengri en 20 metrar er það þrípút, þið þekkið þetta. Ég hef verið í pínu basli með driver og járn og svona. Já, alla kilfur, svona minn standard allavega, og mér langaði bara að velja eitthvað völl sem væri auðveldur. Þessi völlur er í Montana, USA, hann er allur niðri móti nánast og mjög þunnt loftslag þarna. Þannig að það sem ég er að segja er, ég þurfti bara smá W. Ég þurfti bara að geta hamrað og láta hann rúlla niðri móti og svona eitthvað. Það er bara gaman stundum að gera svoleiðis, þannig að fyrsta hólin er bara öll niðri móti og ég miða bara beint á pinna. 358 metrar í pinnan cirka. Ég stilli mér upp í Kyle Berkshire stellinguna. Hægri fótur aðeins aftar og spænið tiltað. Og mér sýnist að hérna bara ágætlega. Nánast beint á pinna, aðeins vinstra megin. En hann lekur inn á 332 metrar, 107,9 miles per hour, er ekki það fastasta sem ég hef skotið, en það dögur í þetta sinn, það var pin high, eiginlega alveg perfect. Byrjum á fugli. Nú, hóla 2 er líka niðri móti, par 4. Þannig að þetta er bara veisla. Miðum bara aftur, bara nánast á pinnan. 368 metrar niðri móti. Nú ef ég veit ekki hver Kyle Berkshire er, þá þið bara að googla hann. Það er maður sem ég fylgist með. Næ yfir draslið maður, og hann er að rúlla inn á grín. Eða hvað? Hópinn að hann stoppar hann rétt fyrir framann. En 327 metra drive, við höfum það ekki. Ég gleymi stundum en ég reyna að fylgjast með hvað ég er að gera. Angle of attack, club path og face angle. Gott að sjá þess að þarna var allt pínu. Þetta var nágætt, en ég er svo oft lokaður með neikvæðar tölur. Það er 22 metrar, 54 gráður, ég er bara að rúlla honum áfram. Einfalt vip. Það er svo mikið adrenalín. Rúlla yfir hringaða tvípút, þannig að það er bara par sem ég verð að sætta mig við. Strax á gríðarlega niðurhallandi par 3. Næsir. Nú, allar lengdir eru náttúrulega pínu funky hérna, ekki nóg með þetta sé niður. Í móti heldur er þetta þunnt loftslag, þannig að kúlan ferðast lengra. Pitching wedge á 153 metrum er ekki eitthvað sem ég er vanur. Þannig að það er alltaf pínu svolítið svona spurningamerki. Aðeins púlaði til vinstri. Aðeins outside inn sveifla. En hann fær svona 90 gráður skopp. Það spinnið sjálfsagt. Spinnar inn á og kemst upp með tvípút þaðan og fæ par. Þannig að þarna er ég bara á einum undir pari, bara ágætlega sáttur við það. Og hér er í raun fyrsta venjulega braut dagsins, hún er meira aðeins upp í móti, þannig að index 1 sýndist mér. Ég áttaði mig ekki alveg á þessum tímapunkti á því að hún væri upp í móti þessi 21 metr upp.
Ég veit ekki, maður stundum maður ekkert að hugsa, þannig að ég svona tók bara aggressíva línu. Lokaður enn og aftur, næ bara rétt þarna áfram og út í drasl. Þetta hérna það sem ég að glíma við núna. Ég búinn að vera alveg í nokkur skipti, nokkra hringi sko, svolítið svona ekki glaður með hvernig ég að slá. 163 metrar eftir með refsingu. Og já, bara sama sagan hér, lokað til vinstri. Þannig að sjöjárnið fór ekkert eins og ég hefði viljað. Þannig að skil eftir 60 gráðu flopp högg yfir bunker. Fyrir fugli reyndar, en enga líkur á því að þessi fari í eða nokkuð. Svo sannlega ekki, fer ekki eins og í hringinn. Þannig að þarna fyrsti skolli dagsins litinn ljós. En hérna, þá var ég komin á parið. Það er hóla 5, annað tækifæri, niður í móti, tökum aggressíva línu. Já, alveg geta ná gríninu aftur hérna. Alveg eins og hinni breytinni í þessu loftslagi. Tökum hérna hægri fót aðeins. Ég svolítið íktur, hann kannski ágifar svona alveg svona aftarlega, kannski það er partur af vandamálinu. Og slá gott að horfa á sjálfa sig svona hérna eftir á. Sér maður svona visually hvað að. Búlandi vinstri en ok, 285 metrar, 108,5 miles per hour. Þetta að bara ekkert á æðislegum stað, en hérna 59 metrar með refsingu, allt niður í móti og pinnir framalega. 60 gráðurnar, ég þarf að ná þeim vel upp eða fljótt upp, setja hann aðeins það framalega í stöðuna. Minni mig. Allt í lagi sveifla. Bara aðeins og fastur. Eða hvað? Nei, heyrðu, hann nær hringnum. Fæ fuglinn maður, djöfisins veisla. Þetta var flott, komin aftur á 1 undir par og það par 5 coming up. Hérna gerast hlutirnir sko. Hérna getum við sótt, fengið örn jafnvel. Þetta eru reyndar alveg 508 metrar, svolítið mjög þröngt lendingasvæði hérna. Þannig að hérna, það sem ég snillíkurinn geri að taka bara 2 járn. Það er alveg nóg fyrir næsta högg sko. Reyna að stjórna högginu þannig að hann endi á braut. Þetta 2 járn hefur oft verið vinur minn. Hægri fótur aðeins og aftarlega sé ég núna. Ekki gott. Og ég kom bara of lokaður í impakti og það fer allt í vinstri alltaf. Svo pirraður að horfa á þetta tilbaka sko. Enda fyrir utan í refsingu. Þannig að það þýðir að ég að skilja hérna 302 metra eftir. Það ekki nánast ekki doable, en við láttum reyna það samt. Mini-driver. Neglum áfram. Þetta svo hæg sveifla, það eiginlega fáránlegt sko. Næ ekki einu sinni yfir. Söktu með þetta. Tækifæri missed opportunity. Ekkert W þarna. Nema ég nái að hitta hringinn, það náttúrulega séns. 44 metrar með refsingu, 60 gráður. Ég að poppa honum aftur upp. Eins og áðan. Það var þetta niður í mótinu, ok. Reyna að poppa honum upp.
aðeins of aggressífur og rúlar yfir hring, þannig að ég fæ einungis par hér. Ok, svona lífið. Það er margt verið að nóti heldur en að vera -1 eftir 6. Hérna 137 metrar, hann segir pitching wedge og það er erfitt að treysta ég er pitching wedge svona 125 í mesta lagi, þannig að ég brenn svolítið blind í sjóun með þetta. Svolítið langt fyrir pitching wedge en ágætt högg, bara smá drói í því og lendi fyrir utan, spinnar inn á grínið maður, reyndar niður brekkuna en mér er alveg sama um það á þessum tímapunkti. Þetta er bara tvíbút, þetta er bara par, move on, það er gott að fá par á par 3. Þannig að við erum bara í góðum málum. Næst er að par 4. Hallar öll svolítið pínu til vinstri. Þannig að ég ætla að reyna að vera sniðugur og taka 2 járni aftur. Bara heppnast engan veginn, ógeðslega lélt högg, bara feit, bæði feit og feitt, 156 metrar en í bunker og upp á bunker og er hann í grasinu, rosalega leiðilegt hérna. Ég held sko, ég vissi ekki hvort að þetta stóra gras myndi grípa boltan bara strax, þannig að ég bjóst alveg eins við bara að ég myndi vera fastur þetta í næsta höggi. Ég vissi ekki hvort ég ætti að taka 2 járni eða mínidræfur og ég hugsaði bara fuck it, ok, tökum bara 2 járni og hérna að því trackman skynjar það eins og ég nái pikkan betur upp sko, boltan, og þetta hafði engin áhrif. Þannig að ok, þá næ ég bara að plassera kúluna vinstra megin. Reyndar alveg á versta stað sko, aftur svolítið svona 60 gráður flopp yfir bunker. Já. Rétt missi hringinn enn og aftur. Ég er búinn að skilja svona 3 högg eftir á vellinum, myndi ég segja. Skolli er veruleikið þarna, þannig að ég er kominn á even Steven. 9. holan er par 5, bara þægileg þannig sé. Þetta er vatn í innáveginu en það er bara skemmtilegt. Hérna ætti ég geta nelt þessu eitthvað áfram. Nú er svo titill þessa vídeós gefið til kynna. Þá langaði mig að sjá hvort ég myndi ná þarna einhverju 400 metra dræfi. Kannski dagurinn í dag. Metið mitt 306, minnir mig. Ekki með svona framkomu, þetta er bara 246. Þetta er hérna 106,7 miles per hour. Aftur lokað til vinstri. Þetta er ansi langt þarna að ná eitthvað nált grínu, það er alveg ómögulegt með refsingu sko. Það er 300 og eitthvað metrar, þannig að ég ákvað að leggja upp bara með 8 járni. Ég þarf svona 200 metra högg til að sé fullkomið. Þetta er niður í móti og þunnt loftslag munið, þannig að svolítið lokaður aftur. Næ þarna að blæða inn á braut, ekki alveg svo ég hefði viljað hafa en útkoman bara mjög fín. Ég enda í 183 metra 8 járni og skil eftir bara einhverja 111 metra minni mig sem er bara 54 gráður. Vanlega er það gappets en ekki upp í fjöllum Montana. Fínt högg, aðeins kannski eitthvað og langur. Spinnar tilbaka, spinnar aðeins út til vinstri. Hefði mátt fara í hina áttina. En þið vitið hvað þetta þýðir. Nú get ég bara vippað í fyrir fugli í staðinn fyrir að fá bara tvíbút par.
koma svo. Ég skulda eitt upp í. Bam. Rétt missi. Par. Það allt í lagi. Við erum á pari vallar eftir fyrri hálfleik, þannig að við tökum bara seinni hálfleik með trökki. 10. holan. Let's go. Hún pínu upp í móti. Ekki ósvipu hinni breytinni hérna 4. Þannig að ég skal segja eitthvað leyndarmál því ég veit hvernig þetta fer. Ég bara horfði ekki á línurnar hvítu sem voru þarna og bara tók aggressíva línu. Lokan svo og bara hreinlega dreif ekki yfir autobánsið. Ég bara sá ekki autobánsið, ég get svo svara. Ég ótrúlega svekktur á þessum tímapunkti. Þetta eru allan að tvö högglötuð. Þannig að þetta upp í móti þá var þetta erfið lína sko. Þannig að ég þarf að fara vel mun meira hægra megin. Pirrandi. 3. högg af teig. Ég þarf að ná fugli hérna til að sérst á seinni bolta. Tek bara hérna eitthvað ömurlegt högg, 225 metrar og sem skilur eftir 116 metra með refsingu. Það gapvæts. Það ætti að vera alveg nógu samkvæmt þessum velli. En ekki í þetta sinn. Þessi braut að reynast mér mjög erfið. Ótrúlega svekkjandi. Ég þarf að vippa í fyrir skolla sem ótrúlega leiðilegt maður. En ok, rúllum 54 gráðum bara inn í hringinn og dörrullum okkur af þessari braut. Skrambi. Það sjaldséð. Þá ég komin á +2. Þá svolítið minna eftir ef við ætlum að ná okkur góðum úrslitum hérna í dag. Þetta auðvelda W fyrir Sigursteinn að snúast upp í andhverfu sína. En ok, par 3 157 metrar, það 9 járn hérna samkvæmt ráðleggingu frá Drakkmann. Við prófum það bara. Ekki gaman að sjá svona annað angul. 2 kamerur í gangi. Ótrúlega gaman. Herðu, nánast Binnhæ, 9 stöðum blæðinguna, það bara par. Og við sækjum þetta ekki á par 3 hólunum, við sækjum þetta ekki á strandastar. Hérna til dæmis par 4, stutt par 4, hún bara 340 cirka metrar. Og ég var svona að pæla hvað ég ætti að gera. Ætti ég að vera hérna hægra megin sko, að þetta pínu upp allan í lokin. Næja að fljúga þarna upp, það hæpið. Miða bara hægra megin og vera safe en ég vil bara reyna að miða þarna og reyna að fá dróð og reyna að ná þessu öllu en með hvernig ég hef verið að slá þá það ekki líklegt. En ég alltaf að sækjast eftir einu fullkomna dræfi. Þá þarf maður aðeins að svona þarna. Þessi hreyfing. Inside out og negla. Taka hendurna vel út fyrir líkamann. Heppnast bara ágætlega. Reyndar bara hraðinn ekki mikill þarna á þessum degi 106 miles per hour. Og Sigursteinn andvarpar. $250 metrar og venjulega degi bara fínt. Skil eftir að hann ennþá komið tilbaka. Það skiptir engu máli svo sem. Þetta alltaf bara 60 gráður og ég þarf að poppa hann svolítið vel upp vegna þess að þetta svo upp í móti að svo hann stoppi fyrr og þá þarf hann að vera svolítið hár. Annars kemur hann svo flatur á gríni og rúlar yfir væntanlega. Munum það. Heppnaðist bara ekki. Skoppa bara yfir.
Þannig að ég þarf að vippa. Ég bara pirraður og nenni ekki svona skipt kilvu. Held bara 60 gráðunum, ætla að vippa í fyrir fugli. Flott vipp og hann fer í eða hvað. Næstu því, hann fór í hringinn. Þannig að þetta var par. To remain at +2 for the tournament. Niður í móti par 5, sagði það ykkur? Já, takk. Negluðu bara á það. 509 metra hóla. Það hönd í vasa og mjög nonchalant. Ég of nonchalant sko, ég ekki nógu aggressífur sko. Vantar meira madness og hægri fóturinn má ekki alveg vera svona mikið aftarlega. Ég sé það núna. Næ, þá ekki mjöðma snúningnum sko. Eða eitthvað svoleiðis. 269 metra drive. Fer aðeins hérna úti, fær refsingu. 10% refsingu. Þannig að þá það 269 metrar eftir og ég þarf að taka mínidræfur og hann þarf að vera helviti vel sleginn sko. Og hann byrjar á góðri línu fyrir niður, já, og hann ætti þarna að rúlla fallega inn á green ef þetta væri minn dagur þar að segja. Ekki svo gott, þannig að við rúllum honum inn með 54 gráðum. Reynum að ná þessum hring bara. Tökum fuglinn og erum ánægðir með það. Ok, the comeback has begun. +1. Tökum því. Hóla 14 já, bara par 3, 210 metrar, svolítið löng. Og þarna segir hann 6 járn og það mjög óvanlegt fyrir mig, þannig að ég bara mjög hikandi á hvað að stiga upp úr högginu. Þetta var alveg, skilur, 4 járn eða 2 járn sko. Þannig að en ég hugsa bara, ok, kom eitt, treystum þessu. Neglum 6 járninu. Byrjar heldur vel og ætti að rúlla inn á eða hvað. En þessi hliðarhalli drepur allar vonir sem Sigursteinn hafði. Hann lítur vonsvikinn á kamerunum. Ekki gott. Það hefði átt að vera 5-mann. En ok. 60 gráður, 25 metrar með refsingu. Reynum við hringinn. Þegar kameran breytist ekki sjónarhorn og þá veistu þú ert ennþá í röffi. Það ógeðslega vond tilfinning. Ég náði ekki inn á gríni. Mistök. Vesen. Halla mig vel í átt að targeti. Vinstra handabakið leiðir höggið. Rétt. Nei, þetta var svona pirringsvip. Ég var ekkert greinilega ekki að vanda mig nógu mikið. En ég næði hringnum fyrir skolla. Kominn aftur á +2. Not good. Hóla 15, það nú lítið eftir, já, samt alveg 2 par 5 eftir, sko. En þessi alveg 511 metrar. Hún pínu niður í móti, þannig að gætu unnað okkur góðu dræfi á þessari. Það séns. Andvarpar. Mjög vítt stans. Hægri aftur, tek litla skrefið mitt hérna, 1, 2 og hér og bam. Bara ágættak en ótrúlega hæg sveifla, 104,8. Þetta nú bara eins og einhver amma í Breiðholti sko. En niður í móti, þunnt loftslag og rúllar, þannig að 294 metrar, tæplega 300 metra drive. Ég myndi ekki hvað þetta hefði verið með góðu dræfi. Hefði það náð 400? Mögulega. En já, 80 og 165 metrar
óvanalegt territory. Maður þarf bara að treysta þessu. Bara hegg vel í hann sko, mjög ánægður með þetta högg. Hann í lengri kantinum og fer yfir skil eftir ótrúlega erfitt vipp. Það svona lipp á þessu gríni, svona uppbyggt grín eins og á Bama á Tenerife. Erfiður völlur sá. En við tökum bara 54 gráðnar og 60 gráðnar segi ég. Og ætlum að ná honum vel upp. Og það tekst, en það var eitthvað skrítin þessi. Þegar ég læt kilvunni í pókan þá sé ég tók villsa kilvu. Villus kilva, tók 54, þetta með 60. Ætlaði að taka 60, tók voru 54. En ok, það hafðist, ég fekk fugl og þá ég kominn á +1. 34 metra með pitching wedge. Sjáum til hvað gerist. Bara ánægður með þetta högg. Og heldur betur. Fór næst í hólu maður. Það hefði verið gaman að fá hólu í höggi. En já, hringnum og fæ fugl. Þannig að þá ég bara komin á parið. 2 hólur eftir, meira þess að niðurhallandi par 5. Þannig að það er sóknartækifæri. Nýtt markmið í rauninni þarna til að fá W er að vera undir pari allar. Þannig að sjáum til hvað gerist hér. $618 metrar, það er spotti. Við þurfum bara að taka Kyle Berkshire sveifluna. Veikt grip, hægri fótur aftur. Heppnast ágætlega, samt bara 107,3 en eins og við sjáum þarna upplýsingaskiltinu og þá var þetta draumi líkast. Hann fór á réttan stað í brekkunni og að rúlla niður maður, sjáu þetta 3.7, 3.810 og 400 metra dræfi, það met hjá mér og svo bara hélt hann áfram, náði einhverju brekku þarna. Það er gleði hjá Sigursteini. Oh man. Ég var svolítið svekktur að hann fór ekki 420, ok? 419. Tökum því, já, bara stutt eftir. Þannig sé, 7 járn og 189 metrum. Og við erum í sóknartækifæri á þessari par 5. Og frábært högg. Næstu því, en sjáu þið, niðurhallinn gaf á hann, en niðurhallinn tekur þarna. Bara hélt áfram og áfram og áfram. Þannig að þetta er bara yin og yang. Skil eftir aftur svona leiðilt vipp. Tökum 54 gráðnar og ætlum að rúlla honum bara upp. Ég vil að það hefði verið næs að ná þessu gríni bara. Að ná erni. Ef við getum náð erni með því að vippa í, það er séns. Og bara ótrúlega svekkjandi að ná ekki hringnum. 490 metra dræf og ná bara pari. Það er ótrúlega lélegt, en svona lífið. Ok, 1 hóla eftir, par 4 og hún er stutt. Hún er
258 cirka metrar. Hérna hef ég dræfað inn á grín áður. Hef spilað hann á öll einu sinni tvisvar. Þannig að nú reynum við það. Kem pínu söktur eftir síðustu braut. Hef náð 400 metrum í lífinu, þannig að ég ætti að geta náð þarna inn á leikandi létt, en það ekki. Let's go. Næ, bara góðu dræfi. En óheppinn fer í röf og kem tilbaka og gjörsamlega kem tilbaka. Hefði þurft þarna meter í viðbót, cirka. Þannig að ég skil eftir einhverja 30 metra, þarf að taka 60 gráðurnar, sætta mig við þetta meðal. Það er bara miða aðeins vinstra megin vegna þess að grínið er svolítið hallað til hægri. Sem ég geri ekki og næ ekki hringnum og fæ bara par og enda þennan hring á pari vallar. Ok, ekki alveg þetta stóra W sem mig langaði í, en hérna já, og það er work to be done. Ég fæ hérna hvað 4, 5 fugla, 3 skolla og 1 tvöfaldan skolla. Já, ég er alltaf að vinna í þessu, en hérna ekki allir að vinna í þessu, golfur upp og niður. Þetta er bara svona eins og það er. Hitti 46% af brautum sem er yfir meðalag, hitti bara 67% af grínum. Skrambling að bjarga mér var ömurlegt, alltaf rétt misti hringinn. En meðaldræð, hann ætla ekki að marka þessa tölu, allt niður í móti og svona 286 metrar. En 490 metrar, lengsta dræð ever, það er bara verður seint bætt. En sjáðu sveifluhraðan, 106,7. Þetta er partur af vandamálinu, þetta er hérna. Ég ætla að reyna að koma sterkari tilbaka á næsta hring og sjá hvort að ég ná að laga þetta. Reyna að láta ykkur vita, ég byrjar í ræktinni, þannig að ég er að gera hérna app sem heitir Fit for Golf. Byrjar að gera golfæfingar og ætla að reyna að styrkja líkamann af því maður á mínum aldri. Það er bara svoleiðis, ég ætla ekki að segja meira en það. Ég þarf bara meiri vöðva, meiri kraft. Herru, þangað til næst. Takk fyrir.